Stóttir. Eitt af því sem kom fram hér áðan hjá í reynslusögunum var óskin samtal og það einmitt það sem hún ætlar að tala núna, samtal. Hvað Stóttir? Hérna rauða. Komið sæl, gaman að sjá okkur öll. Mér langar svona til að byrja með að segja ykkur að ég er búin að starfa sem forstöðumaður geðheilsumiðstöðvar innan heilsugæslunnar í 10 ár og þar erum við heilmikið að vinna með aðstandendum. Svo er ég hugarafskona og það sem að svona ástæðan fyrir að mér langar að tala þetta efni í dag er meðal annars það að mér finnst aðstandendur vera afar svona vanmetin stétt og lítið svona hlustað, lítil fræðsla og þá má bæta úr. Og eitt af því sem að ég hef svona kynnt mér mikið gegnum tíðina það er svona hvernig hægt að styðja aðstandendur í bráðafasa. Og það hefur alveg sést hjá okkur undanfarin ár að sú þörf eykst smátt og smátt og við höfum svona verið að nota nokkur prinsip úr því sem að ég ætla að kynna ykkur hér í dag. Og þetta er aðferð sem hefur verið notuð í vesturhluta finnska Lapplands og á sér langa sögu í raun og veru. Og þróunin hefst eins og þið sjáið 1969 en fer svona af stað 1980 í Tornio. Ég ætla ekki að reyna að hafa þessu nöfn eftir, ég held að mér færi það bara frekar illa. En svona bara, mér langar að setja þetta upp svona til að við sæjum þróunina að það heilmikið búið að gerast og þetta fólk sem er hér á þessari glæru það er ennþá að vinna í þessum málum í dag og hefur svona séð þessa þróun og Open Dialogue er aðferð sem byggir á samtali, byggir á því að fjölskyldan tali saman þegar helst við fyrsta geðrof. Það er reynt að ná til fólks þegar einstaklingur fer í fyrsta geðrof. Og þetta í raun og veru er þörfin, hún er ljós fyrir löngu síðan í þessum litla landshluta sem nefndur er hér. Og 84 byrjar þetta meðferð að fundum með fjölskyldum af því að þetta fólk fann það þurfti að tala meira við fjölskylduna. Seinna verður til krísu meðferðar deild, eins fallegt orð og það er, svona eitt teymi fyrir hvert mál. Og seinna göngudeildir fyrir útskrifaða sjúklinga. Og þróunin í þessum litla landshluta ýtir sannarlega á kerfið og ýtir á breytingar. Og í dag spítalinn heitir sem sagt þetta, Keroputas, og í dag eru 55 pláss á honum og 5 svona, eigum að segja, svona göngudeildar tilboð í raun. Það sem fólk útskrifað en er í eftirfylgd. Og fagfólk sem starfar í þessari aðferðarfræði fyrir 3 ára þjálfun. Og ég er búin að láta mig dreyma lengi að fara í svona þjálfun, búin að sækja einu sinni til ráðuneytisins, fékk nei, en ég mun reyna aftur. En þegar var ljóst að þurfti að breyta, þá var svona, ef við horfum 30 ára aftur í tíman aftur, að þá svona sveið það sérlega þetta fagfólk að það virtist vera þannig að geðklofasjúklingar lokuðust inn á spítalanum og voru kallaðir ólæknanlegir. Og við höfum auðvitað séð þetta hér á Kleppi að fólk lokaðist áratugum saman þar inni líka. Og svo þurfti auðvitað að endurmennta fagfólk til að hægt vera að horfa öðruvísi á málin. Það væri ekki horft á einkenni og veikindi, sýnt og heilagt heldur líka sálræna styrkleika í geðrofinu. Og það er það sem að þessi aðferð gengur svolítið út á. Og það er 1996 sem þetta orð, Open Dialogue, ég hef leyft mér að þýða það sem svona setjast á rökstóla, mér finnst það eitthvað svo fallegt orð, að svona ræða málin og heyra, hlusta á hvort annað. Og þetta er sem sagt notað til að lýsa þessari fjölskylduvinni og Open Dialogue eða rökstóla aðferðin leiðir sem sagt tengslanetið saman. Og í tengslanetinu geta verið býsna margir, aðstandendur, vinir, iðjuþjálfun, félagsáðgjafinn og fleiri, kaupmann á horninu kannski. Og þetta teymið sem að ef við sjáum fyrir okkur svona teymið út hér í Reykjavík þá getum við kannski séð það fyrir okkur á heilsugæslunni. Ég hugsa að það væri svona tiltölulega viðeigandi staður.
auðvelt að leita og teymið er til taks 24 tíma á sólarhring. Og í okkar teymi þá dreymir okkur að geta þróað okkur þannig. Fundinni gangi út á það er búið til samræðu og öll meðferð í raun á geðsviði mætist í einni. Og það er verið að safna þekkingu vandann. Af hverju gerist þetta, af hverju veikist viðkomandi, af hverju fer viðkomandi geðrof. Og fókusinn er á sterku og þroskuðu hliðarnar. Það er ekki einblínt eingöngu á þessar veiku af því ég held að sá sem að lendir í geðrofi upplifir gríðarlega mikinn sársauka og með því að höfða til sterku hliðana þá náum við honum fyrir út úr því. Og þá er svona mynd á það. Þú hefur heilan kjarna þrátt fyrir veikindin. Síðan er hlustað mjög náið á samskipta mynstur fjölskyldunar. Það er oft eitthvað í fjölskyldunni sem ekki virkar alveg og sá sem að er í geðrofi hann er kannski svolítið málsvari þessa. Skrítið orðið kannski bara lýsi því sem ég langar að reyna að segja. Fagfólki sem kemur inn í vinnuna, það er yfirleitt 2 aðilar eða 3 sem taka þátt í teyminu og það getur verið læknir, sálfræðingur, hjúkrunarfræðingur eða aðrir en fagfólki tekur ábyrgð á því að leiða hópinn og er með opna spurningar og það er gert meðferðarplan og gerðar tekna sameiginlegar ákvarðanir og takið eftir að sá sem er í geðrofi, hann er með í allri ákvarðanatöku. Ef hann ekki getur það, ef hann ekki vill það, þá er svona hvatt til þess að viðkomandi hafi opna hurð svo hann heyri alla samræður. Og fagfólk sem tala saman undir þessum kringumstæðum með hópnum, gefum okkur að það sé svona eitt borð hérna og það eru 2 fagmenn og ef þeir eru að ræða eitthvað saman, þá gera það sjálfsögðu opið. Það heyra allir það sem að tala um. Þannig er ekkert að baka hurð. Og þeir sem koma að í byrjun, þeir sem eru kallaði til í byrjun, fagfólki í teyminu tekur ábyrgð á því að kalla tengslaneyti saman, ættu í raun að vera með í öllu ferlinu. Og síðan hefst svona sameiginleg umræða og ákvarðanataka. Og flestir þekkja einhverja hlið á málinu og geta hjálpa til og koma með einhverja upplýsingu sem að skipta máli. Og það er eins og ég sagði áðan fjölskylda, ættingjar, vinir, samstarfsmenn og aðrir. Og það er svona frá strax gert ráð fyrir tengslanetinu og gengið út frá að geðrof hafi þýðingu sem ekki megi loka á strax með geðlyfjum. Og það er svona kannski ef við förum að spá í viðhorf, þá er þetta svona tiltölulega nýtt viðhorf sem þyrfti að breyta að það sé ekki fyrsta hugmyndin. Þetta teymi er ekki alfarið á móti því að nota lyf en vill gjarnan ef það þarf að nota geðlyf þá er notað eins lítið af þeim og hægt er og stundum er frekar notað eitthvað sem hjálpar viðkomandi að sofa heldur en að hafa geðrofslyf. Og það gengi út frá að geðrof sé í raun svar líkamans við erfiðri tilfinningarlegu stöðu, manneskjan kemst í þrot og kannski í raun og er tilraun til að verja hugan fyrir frekari áföllum. Og auðvitað er lögð áhersla á að öðlast annan skilning með því að setjast á rökstóla. Annan skilning heldur en þennan neikvæða ef við tölum hann. Og það er farið yfir, hvað kom upp á, af hverju núna, hvað er til ráða, gengi út frá styrkleikunum í stað þess að einblína á frumstæðu hegðun og lögð áhersla á normalisera aðstæður. Og geðrofið er skilgreint sem rof á tengslum, ekki endilega rof í höfðinu. Og fagfólkið fer inn í samtalið á fyrirfram ákveðina stefnu. Það er að segja, það er ekki búið að ákveða hvað á að gera, hvernig, hvers vegna. Heldur að farið í raun og veru bara að fullri auðmýkt inn í samtalið. Það er ekki vitað fyrirfram hvað gerist, það er ekki vitað hvaða umræða kemur upp og í raun og veru getur umræðan verið býsna erfið og samtalið verður svona meðferðarsamtal, þar sem að fólki er hjálpað að tala saman. Og við vitum alveg sem að flest okkar sem hér í dag að fólki greinir oft á að notandinn getur verið svona ósammála fjölskyldu og öfugt. Þannig að það þarf að leiða svona þessa pósta saman. Og mér finnst það að vera svona mjög einkennandi fyrir þetta teymi að þau segjast vera spesialistar í að segja að þau séu ekki spesialistar, skiljiði. Það er bara býsna mikil auðmýkt í því.
Fyrsti fundur haldinn innan 24 klukkustunda. Og það gríðarlega mikilvægt því að það sársaukafullt að bíða. Það sársaukafullt að komast ekki að. Og fyrir aðstandendur það hræðilega erfitt að geta ekki fengið hjálp. Og hjálpin ég veit ekki hvort ég náði að taka það fram áður en hún fer oftast fram heima. Og teymið sem í þessu tilfelli kemur heim, það tilbúið að vera til taks eins lengi og þörf á. Ef við gefum okkur að það sé þörf á því, kannski 3 vikur, meðan að erfiðasta geðrofi gengur yfir, að þá teymið tilbúið að koma, til dæmis 2 á dag og halda fundi. Og þetta auðvitað áfallahjálp og krísuhjálp í 24 tíma sólarhring. Og allir sem viðkoma einstaklingi utanfrá taka þátt og eru viðstættir þegar geðrofið rætt. Og það litið líka á geðrofið sem í upphafi svo mikil opnun og það kemur oft eitthvað fram sem að seinna lokast. Þannig að það líka atriði að heyra það sem sagt Og þó það hljómi kannski eins og heimsins mesta bull fyrir okkur hinn, þá alltaf eitthvað á bakvið það. Það alltaf eitthvað sem býr að baki að viðkomandi fer í geðrof og hvernig það kemur fram. Og það lögð á að hlusta og hlusta og hlusta, ekki taka viðtal heldur hlusta. Hvað kemur fram? Og stundum nálgast einstaklingun í geðrofi hluti sem að hafa ekki komið upp á yfirborðið áður. Og ef hætta á ferð og þarf á inngripi eins og við talað mikið hér í dag, að þá notandinn upplýstur það opið. Þannig að það ekki pukur í gangi. Aðeins til að draga þetta saman. Hjálpin strax, tengslaneti í forgrunni, sveigjanleiki og hreyfanleiki. Vá, rosalega leiði þetta hratt. Teymið ber ábyrgð, með langar að sýna ykkur pínulítið klipp í lokin þar sem þið sjáið þetta teymi. En það auðvitað lögð fyrst og fremst áherslu á viðkomandi náu tökum á lífinu, daglega lífinu, komist sem fyrst út úr geðrofinu. Og þol fyrir óvissu, fagfólk fer inn í þetta í óvissuna. Einstaklingur fær rödd, styrkleika nýttir, fjölskyldan eflist líka við að geta gert þetta svona, við að ræða saman. Og innlagnir hindraðar og auðvitað þetta valmöguleiki við hefðbundna bráðaþjónustu og eykur batalíkur. Sparnaður þegar til lengri tíma litið. Aðeins að renniður rannsóknarniðurstöður. Aðferðin hefur minnkað lyfjanótkun, stuðlað markvissar eftirfylgt, innlagnatími styttri ef þar á þarf að halda. Þáttaka eykst og geðklofasjúklingum hefur fækkað. Og 86% snúa aftur til vinnu. Þeir sem fara í gegnum þetta teymi, 82% ekki lengur með einkenni geðrof og svo framvegis. Ég þarf víst að flýta mér. Við langar svo óskaplega til að fá að sýna ykkur. Þetta Sekula sem svona einn aðal höfunda þessa módels. Nú þarf ég að sjá hvort ég ræði við tæknina. Þannig hér held ég. Opulítið svona hvernig þau nálgast vandan. In northern Finland, a stone's throw from the Arctic Circle, there exists a program that is getting an 85% recovery rate, a far majority off medication, for people experiencing first-break psychosis. It's something that happens between people. It's how we work here. We aim at a democratic system where people can have their say about their own treatment. We have the idea of hearing people and creating something together based on that. Who are they? How do they work? What are their principles? And why are they, in this era of rampant psychiatric medications and long-term disability, so successful? All of us could have psychotic problems. It's an answer to a very difficult life situation. Psychotic meaning-making is meaning-making. And I want to have dialogue around meaning-making. And I don't think we should medicate psychotic meaning-making. It's in a way a kind of metaphorical way
to speak of things that beforehand did not have any words to speak about. There's some kind of dilemma in your life and in your emotional life. And when you start to work with that dilemma, the symptoms can go away as well. This is the land of open dialogue, where, for more than 20 years, they've been documenting their results, which are the best in the Western world for psychosis, to the degree that schizophrenia is now disappearing from their region. They're down to 2 cases per 100,000, a 90% decline in schizophrenia there. And why? Because their first episode cases aren't becoming chronic. There's an assumption, of course, that once someone has schizophrenia, they always have schizophrenia, and you don't see it that way. No, I think it is only the name for something, and you can get quite healthy afterwards. Without medication. Without medication. Basically, the world has a chance to sort of break out of this mindset it's had, the world psychiatric system, and do something better. And so you're talking about the capacity, the opportunity to tell a story that literally could alter millions of lives if societies would change and learn from the Western Lapland success. Við þökkum Auði fyrir að kynna fyrir okkur þetta opna samtal. Ég ætla að bara minna ykkur á það sem ég sagði hérna áðan, ef að þið hafið spurningar, af því við gerum ekki ráð fyrir spurningum úr sal hérna á eftir í pallborðinu, ef þið hafið spurningar, endilega skrifið þær á blað, komið þeim hérna til mín á eftir. Ef að við náum ekki að fara yfir þær allar, sem að ég bara geri ekki ráð fyrir, það verður bara að segjast eins og að þá vorum við Hrannar búin að tala um það. Við myndum reyna að svara þeim á heimasíðu Geðhjálpar, Siðferðiskostur. Ég ætla líka að benda ykkur á að það verið að taka þetta upp og þetta verður sett inn á heimasíðuna. Þannig að það er hægt að rifja upp. En síðasta erindi dagsins, áður en við förum í pallborðið, heldur Héðinn Unnsteinsson, ráðgjafi í geðheilbrigðismálum og fyrrum sérfræðingur hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Héðinn, gjörðu svo vel.